Já, góðu tilheyrendur, kallar og konur. Ég ætla nú að biðja því að þakka fyrir að fá að koma hingað. Þó að ég verð nú að játa það að ég hef nú gjarnan vilja vera fyrstur í þessari röð en ekki koma á eftir þeim Páli Skúlasyni og og kollega mínum Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur. Þannig það kannski býður svona upp á samanburð sem að að maður svona reynir að forðast. Hins vegar ætla ég nú að gera það sem maður má nú víst ekki gera þegar maður að koma fram, hvort sem maður að tala eða vera með tónleika eða hvað að þá mjög mikilvægt er sagt í öllum svona fræðum að maður á að reyna að minnka væntingarnar sem að fólk gerir til manns. Þannig að ef væntingarnar eru litlar þá alveg nóg að vera með svona, ef að frammistan svona meðalagi þá fólk ánægt. Ég ætla nú ekki að gera það, heldur að segja að þið hafa miklar væntingar til þess sem að ég ætla að segja, vegna þess að þið eru mínu vinnuveitendur og ég hef verið þeirra gæfu aðnjótandi að fá að vera við Háskóla Íslands núna í 36 ár og meira sé að ég samkvæmt þeirri gömlu svona löggjöf að ég með æviráðningu sem opinber starfsmaður sem háskólakennari og raunar verði nú að játa það að mér hefði aldrei dottið í hug að fara að kenna við Háskóla Íslands stjórnmálafræði nema að ég vissi það að geti fengið æviráðningu. Nóg þekkti ég nú til íslenskra stjórnmála þá rúmlega 20, enda held ég að það sé nú alveg rétt að ef það hefði verið hægt að reka mig þá væri búið að reka mig svona annarkvöld ár, þessi 36 ár sem ég hef verið. Og núna reynda núna bara fyrir stuttu að þá var bara fyrir nokkrum mánuðum að þá var reynd að reka mig úr háskólanum. En það nú önnur saga sem ég ætla nú ekki að fara að tala hér. En semst ég hér á opinber starfsmaður og búinn að vera hér á launum hjá skattgreiðendum hér á Íslandi í 36 ár í þessu verndaða umhverfi og ég setti mér það mjög fljótt sem að kemur nú fram í doktorsritgerð sem ég skrifaði 1977 að það eina svona sem að ég hef rannsakað það íslenskt lýðræði og með samanburð þá við önnur lönd og ég byrja nú reyndar á því að því nú bandaríkismentor ég gerði þarna tölvöru samanburði mínum doktorsritgerð á Íslandi og Bandaríkjunum. Þannig að þið að hafa mjög miklar væntingar til þess að maður sem búinn að vera hér og stunda rannsóknir og kennslu á vegum íslenskra skattgreiðenda í hartnær 40 ára, hann hafi kannski eitthvað að segja. Íslenska lýðveldið hrunið. Það má lýsa því með ýmsum hætti. Það má lýsa því með þeim hætti að þrískipting valdsins hefur ekki verið virt. Dómstólar eru ekki, sjálfstæði þeirra hefur ekki verið virt og það hefur verið ráðið í eða skipað í dómstóla landsins á flokkspólitískum forsendum en ekki á faglegum forsendum. Stjórnsýslan ósjálfstæð og spillt og það alveg rétt að ítreka það sem hún Sigurbjörg hefur sagt við ykkur síðast að spillt stjórnsýsla brot á mannréttindum fólks. Það brot á mannréttindum fólks að hafa ekki jafna möguleika eins og aðrir að fá störf frá hinu opinbera á grundvelli hæfni. Það reyndar eitt af svívirðilegu brotum sem að hægt að fremja vegna þess að það vegið að grundvelli réttaríkisins. Nú, fyrir utan það að spillt stjórnsýsla brot á mannréttindum, þá spillt stjórnsýsla að hún leiðir það af sér að það ekki verið að ríkisvaldið gætir ekki þeirra frumskyldu sinna sem að gæta almannahag, heldur þjóna sérhagsmunum. Og það líka á vegur á vinnur gegn grundvallar hagsmunum fólks og grundvallar réttindum þess það að stjórnvöld eigi að vinna almannahag. Nú í þriðja lagi þá Alþingi sundurlaust og ósjálfstætt. Alþingi undir ægivaldi framkvæmdarvaldsins. Ráðherrarnir eru jafnvel þingmenn
Þannig í staðinn fyrir að ráðherra siti í skjóli þingsins, þá má segja að þingið siti í skjóli ráðuneytanna. Nú, í fjórða lagi að þá eru bankar og fjármálastofnanir, þær eru í höndum manna handgengna stjórnmálaflokkunum og reyndar valdi til þess að eiga bankana vegna þess að þeir voru handgengni stjórnmálaflokkunum. Nú, bankarnir hafa verið rændir innan frá af mönnum sem var veittur svo trúnaður að reka þá. Stjórnendur bankana hafa reynst verið gjörsamlega óhæfir. Nú, stærstu fyrirtæki landsins hafa stundað bara sjálftöku á bankunum og úthlutað sjálfum sér og sínum fyrirtækjum peninga úr bankunum sem þeir var trúa fyrir að stjórna. Nú, stjórnmálaflokkarnir allir eru sundir tættir. Þeir eru ófærir að gegna frumskyldu flokka í lýðræðisþjóðfélagi sem að móta stefnu í helstu þjóðmálum, leggja þá stefnu fram fyrir kjósendur í kosningum og fá umboð til þess að hrinda þeirri stefnu framkvæmd eftir besta mætti. Í öllum flokkum er forystukreppa, nema helst í flokknum sem er lengst til vinstri. Nú, það hafa engar þjóðaratkvæðagreiðslur verið haldnar núna langar hríð, eins og reyndar var mikil hefð fyrir á Íslandi og mótaðist upp úr aldamótum 1900 að gera. Listinn gæti eflaust verið lengri, en niðurstaðan sem stóð fyrir að íslenska lýðveldið hrunið. Þetta er ekki lýsing á íslensku stjórnmálum í dag. Þetta er lýsing á íslensku stjórnmálum árið 1942. 1942. Bara frá punkt og prikk er þessi lýsing þar. Og til dæmis var staðan þannig að Landsbankinn, að þar voru fyrirtæki, annars vegar Kveldúlfur og hins vegar Samband íslenskra samvinnufélaga sem fengu bara það frá Landsbankanum sem þau þurftu. Og ég veit til dæmis fyrir víst að minnsta kosti Samband íslenskra samvinnufélaga þurfti aldrei að skila ársreikningum til bankana, en það var venjulega alltaf bankastjóri í Landsbankanum sem sá sambandið og sem að sambandið valdi. Nú, Ólafur Thors sem var einn af náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins og mikilhæfur stjórnmálamaður, hann var náttúrulega einn af eigendum Kveldúls og hann sat sjálfur í bankaráði Landsbankans. Þannig að þetta er ekki verið að upplýsa nein samsæri eða ég hef ekki komist í lánabækur Landsbankans, þetta eru bara það sem að liggur fyrir. Nú, Ísland komst út úr þessu hruni 1942 með ótrúlega skjótum hætti. Og þar spilaði inn í tvennt sem að olli því að það má segja að 1944 þegar lýðveldið stofnað, að þá erum við komnir út úr þessari miklu kreppu sem að þarna hafði verið á ótrúlega stuttum tíma. Og það eru tvær ástæður fyrir því og það er svo merkilegt að þessar ástæður fyrir því að við komumst út úr þessari kreppu eru eiginlega það sama sem að var til þess að sjálfstæðisbaráttan upp úr 1900 gekk svona vel fyrir sig eins og raun bar vitni og það var tvennt þarna upp úr 1900. Það var annars vegar sem var líka þarna 1942 sem ég ætla nú að tala eins hérna á eftir. Þetta eru tvær ástæður sem að bæði þarna upp úr 1900 og 1942 verða til þess að þessi friðsama bylting sem varð á báðum tímum og það er eitt sem ég ætla að biðja ykkur að muna að því sem ég segi þá er þetta að við erum núna stödd í þriðju friðsamu byltingur á Íslandi og það hafa verið gerðar tvær friðsamlegar byltingar hér á Íslandi áður og já bara við friðsamlegar byltingur af fólkið hefur með samtakamætti sínu skapað nýtt ríkisvald og búið til nýjan samfélagssáttmála. Og fyrsta byltingin hún hófst upp úr aldamótunum á Þingvallafundi 1907. Það er alveg á hreinu. Á Þingvallafundi 1907 mjög fjölmennu fundur þar sem að stefnan á það að Ísland yrði fullvalda ríki og engan afslátt frá því og við myndum vera í konungssambandi við Dani, að stefna var einarlega sett á Þingvallafundinum 1907
og þar var engin þingmaður sem satt hann hérna fund. Nú þeir sem að þarna stóðu og það sem þarna vera bakvið voru þessar miklu félagshreyfingar fólksins á þessum tíma, góðtemplarareglan, verkalýðsfélögin, ungmennafélögin og svo framvegis, þar sem að konur og karlar unnu saman, ekki síst í góðtemplarareglunni og gerðu þessa friðsamlegu byltingu, þar að segja má segja að þeirri byltingu hafi lokið með fullum sigri með stjórnarskrá 1915 og síðan með fullveldinu 1918. Þannig að þetta er semst fyrsta byltingin hérna sem gerð og hún var gerð með friðsamlegum hætti, alveg eins og þessi bylting sem núna gerð með friðsamlegum hætti og samtakamætti fólksins, það sem að tilgangurinn sá að búa til nýja samfélagssáttmála. En ástæðan fyrir því að þessi fyrsta bylting gekk svona fram vel eins og hérna raun bar vitni var í fyrsta lagi það að þjóðhöfðingi Dana var sko velviljaður þessari byltingu og reyndar gekk í fararbroddi. Og þá ég að tala Friðrik VIII hérna Danakonung sem kom hingað í konungsheimsóknum 1907 og lýsti því yfir að tala ríkin sín tvö, sagði Friðrik VIII, af því að hann var velviljaður Íslendingum og vildi koma á konungssambandi milli ríkjanna. Þannig að það semst alveg á hreinu að hann átti þarna mikil sko hérna stóran hlutamáli og beina hlutamáli Friðrik VIII Danakonungur. Nú annars sem hann náttúrulega gerði sem var til þess að þessi friðsama bylting fékk svona farsælnendi voru alþjóðleg áhrif. Og nú ætla ég ekki sko að fara að gera lítið úr sjálfstæðisbaráttu Íslendinga sem var mjög merkilegt eins og ég hef sagt, en það botnar engin eitt í því. Akkurru Danir voru svona fúsir til þess að láta Íslendinga fá allt það sem þeir vildu 1918 nema átta sig á alþjóðastjórnmálum. Og í mjög stuttu máli, sko ég segi þetta verið þessi saga mjög sjaldan sögð, að 1918 að þá var staðan þannig að fyrri heimsstyrjöldinni var lokið og Danir vildu endurheimta Schleswig-Holstein, sérstaklega Schleswig, á þeim grundvelli að Schleswig væri danskt ríki. Og þess vegna ætti það að tilheyra Danmörku. Nú Woodrow Wilson Bandaríkjaforseti hafði sett fram þá stefnu sem var grundvöllur friðarsamningar 1918 að hver þjóð ætti að hafa rétt á sínu ríki. Og Schleswig-Holstein á þeim tíma, þar bjuggu 40% af íbúum danska ríkisins. Og það verður að hafa það mjög í huga alltaf þegar að tala Ísland, að fyrir Dani var Ísland alltaf algjört aukaatriði. Aðalmáli var Schleswig-Holstein. Og þannig að það sem að Danir gera 1918, að þeir senda hingað sendinefnd sem að satt hér í Iðnó í nokkra mánuði, sumarið 1918, sem að veitti með fullt umboð frá helstu stjórnmálaflokkum Dana, það sem Íslendingar fengu allt það sem þeir vildu. Og þessu semst lauk með að við fengum fullveldi 1918. Þannig að þessi semst vinveittur þjóðhöfðingi og síðan þessar hagstæðu ytri aðstæður. Nákvæmlega sama var til þess að þessi friðsama bylting sem að hófst þarna í kringum 1942-43 að hún náði fram að ganga. Og þá ég að tala náttúrulega sko það sem kannski undirstaðan, það náttúrulega tengsli við Ameríkanana. Og umskiptin á íslensku efnahagslífi sem verða með samningunum við Bandaríkjamenn, það ekki hægt að ýkja það, hvað umskiptin voru mikil. Vegna þess að 1939 þá var Ísland eitt af skuldugustu löndum heims og Sveinn Björnsson sem að þá var sendiherra, að hann hafi það hlutverk að semja við breska banka það að gjaldfella ekki Ísland og kreppan á Íslandi var mjög löng, hún hófst 1930, dýpkaði síðan 1936-7 vegna Spánastyrjaldarinnar sem að lokaði náttúrulega mikilvægasta markaði Íslendinga saltfisksmarkaðinum, þannig að kreppan hafði verið mjög hörð og sérstaklega árið 1937 var mjög erfitt atvinnuástand á Íslandi. En þegar að við gerðum þennan herverndarsamning við Bandaríkjamenn 1941 og ég oft hugsaði það hvað skiptir miklu máli að átta sig á innihaldi samninga en ekki hvað þið hétu. Þess að herverndarsamningur 1941 var viðskiptasamningur og hann hefði náttúrulega átt að heita herverndar- og viðskiptasamningur. Vegna þess að það sem að gerðist þá var það að Íslendingar fengu allt það sem vildu með þessum samningi.
og það voru náttúrulega fyrir sko viðskipti Íslendinga við Bandaríkin. Nú Bandaríkjamenn borguðu þá sko í dollarum til þess að við getum greitt fyrir sko náttúrulega útflutningi og við getum líka þannig að Bandaríkjamenn veittu okkur allt það sem við vildu og það ekki heldur að ýkja það hvað öll málefni Íslands voru höndluð beint á Roosevelt sjálfum. Allt það sem tengdist Íslandi var höndlað af Roosevelt sjálfum eða hans nánustum samstarfsmönnum. Og það send sendinefnd sem fer 1941, þriggja manna sem fer til að semja við Bandaríkjamenn í kjölfar Hervendarsamningsins, og þetta voru Björn Ólafsson sem var kenndur við Vísi, sjálfstæðismaður, Vilhjálmur Þór úr sambandinu og Ásgeir Ásgeirsson sem var forseti var bankastjóri Útvegsbankans. Og þeir eru nokkra mánuði þarna sumarið 1941 sko í Washington og fengu allt það sem vildu. Allt það sem vildu. Og í varðandi sko greiða og viðskipti og bara sko ef listin verið lengri og þeir haft meira ímyndarafl sko til þess að biðja þá hefur alveg fengið allt líka sko. Og hann hefur skrifað þetta ágæta grein sem eins og margt annað vakti nú í lenga athygli á Íslandi sem heitir Michael Corgan, ágæta maður sem kennir við Háskólann í Boston, hefur verið sendikennari hjá okkur. Og hann skrifaði grein sem í sögu 1992 og ég veit að fólk hér eru miklu svona bókabésar sko þá mæli ég með því að þið lesið þessa grein 1992. Og hann segir til mig sér nú ekki að fara að rifja mikið upp það sem hann segir en það ein sko opbóðslega sláandi saga sem að Michael Corgan segir. Og í þessu og hún svona sko nú réðust Amerikanar urðu fyrir árás Japana á Pearl Harbor 7. desember 1941. Og daginn eftir 8. desember skrifar Michael Corgan: Meira segja þann 8. desember þegar stolt bandaríska flotans lá á botni Pearl Harbor og Roosevelt hafði hvatt þingið saman til sérstakt fundar í því skyni að lýsa loks yfir stríði, gaf hann sér tíma til að sinna því sem virtist má fjarlægt og lítilvægt málefni. Þann 8. desember sendi Roosevelt minnisblað til Stimsons hermálaráðherra þess efnis að hvað skyldi til að Bandaríkjamenn á Íslandi keyptu mat og vistir af íslenskum kaupmönnum og Íslendingar kæmust þannig yfir bandarískan gjaldeyri. 8. desember 1941. Finnur forseti Bandaríkjanna sér tíma til að skrifa minnisblað það að Íslendingar vanti pening af þessu frjálsu þjóð. Og af hverju gerir Roosevelt þetta? Það vegna þess og við getum með þessu nokkuð líka dagsett á, svo sem ekki að þreyta ykkur að fara að reykja það, að Roosevelt var búinn að að ákveða það að aðstaða á Íslandi væri nauðsynleg fyrir varnir Bandaríkjanna og Bandaríkjamenn þyrftu að hafa varanlega herstöð til þess að gæta eigin varnarhagsmuna. Það var eitt og hitt var það sem að maður sér nú mjög glögglega á öllum þessum fjallum seinni heimsstyrjöldina að þegar að Bandaríkjamenn komu hingað til landsins og nú Bandaríkjamenn voru mikil hefð fyrir einangrun og Bandaríkjamenn mikil mótstaðina Bandaríkjamenn fyrir því að þeir var að skipta sér af stríði í Evrópu. Þannig að þegar að Bandaríkjamenn komu hingað 1941 þá var það í rauninni upphafið að þátttöku Bandaríkjamanna í styrjöldinni. Þannig að Bandaríkjamenn gerðu styrjaldaraðilar með því að senda hingað herliði 1941. Og það bandarískir hershöfðingjar sem hafa skrifað þetta og sagt og bara sem tekið sem dæmi, heldur sem allir skilja, sem var þegar að Bandaríkjamenn komu 1941, að þá voru þeir settur undir Joint Command Bretana. Það að segja að bandaríski herinn sem kom hingað, hún var undir herstjórn Bretana til að byrja með. Þannig að þetta var bara sem þáttaka Bandaríkjamanna í styrjöldinni. Nú þetta náttúrulega stuðlaði því og nú ekkert að gera lítið úr hetjudáðum og fórnum í íslenskra sjómanna við að flytja fyrst til Bretlands en staðan svo að í stað þess að Ísland var gjaldþrota ríki 1939 að þá Ísland orðið eitt efnaðasta ríki bara sem til var 1945 með miklar gjaldeyrisinnustaður sem hefðu byggt upp og mikið góðæri í landinu. Einar Olgeirsson sem ég átti nú þeirra gæfu að hafa kynnst orðaði þannig að byltingin fólst til því
að íslenskir meðalfjölskyldur Jón og Gunnar gátu keypt sér sófa. Nú hitt sem að skipti máli í þessari friðsamlegu byltingu að hún hlaut þennan enda þarna 1942, það var þjóðhöfðinginn sem var lýðræðissinni. Sveinn Björnsson, og það stundum eins og Sveinn Björnsson sko eins og Jón Sigurðsson, að auðvitað náttúrulega var ýmislegt svona í sögu Sveins Björnssonar sem að kemur nú svona eftir stríði sem svo sem ekki að fara að tala mikið en ef að farið á þessum tíma að þá Sveinn Björnsson einn af mikilhæfustu mönnum sem Ísland hefur alið og slóð hans á Íslandi út allt. Þau eru Rauða krossinum, þau eru í frímúrareglunni og sem allavega á þeim tíma lét margt gott af sér leiða. Nú hann var bæjarstjóri, hann var sko fyrsti lögfræðingurinn sem bara var lögfræðingur án þess að vera að vinna fyrir hið opinbera. Hann var lögfræðingur Sigríðar í Brattholti þegar var verið að bjarga Gullfossi. Þannig að ég held að sé alveg sama hvar við berum niður. Á Íslandi sko á svona upphafi 20. aldar þar sko Sveinn Björnsson og arfleið náttúrulega líka föður hans og Björns Jónssonar ráðherra og móður hans Elsabetar Sveinsdóttur. Og Sveinn Björnsson var lýðræðissinni og hann verður ríkisstjóri 1941 og það líka annað sem ég ætla að biðja ykkur að muna, ég lofa því að hafa ekki listað mikið lengri, að íslenska lýðveldið það var í rauninni stofnað 1941, ekki 1944. Og af hverju var það? Það vegna þess að Sveinn Björnsson ríkisstjóri 1941, kosinn af Alþingi og hefur alltaf vald sem konungur hafði haft. Þannig að hann var í rauninni orðinn sko konungkjörinn, þingkjörinn konungur og þingkjörinn konungur náttúrulega það sem við köllum forseta, ekki satt. Þannig að það sem Sveinn Björnsson hafði fengið 1941, hann hafði fengið réttinn til þess að skipa ríkisstjórn. Og þegar Íslanda kom í öngþveiti, eins og var að lýsa þarna áðan 1942, að þá greip Sveinn Björnsson til sinna ráða, hann setti ríkisstjórnina af. Og þá voru völd sett minnihlutastjórn Sjálfstæðisflokksins sem vildi sitja áfram og ég hef sko svo ég auglýsi upp Skírni, það komið núna nýtt hefti af Skírni sem fjallar þetta, það sem ég fjallar meðal nokkuð þessi mál og þar nota ég minnisblöð Sveins Björnssonar. Sveinn Björnsson skrifaði minnisblöð öll sin samtöl og allt það sem var að gera, þetta allt til á Þjóðskjalasafninu og hann segir frá deilum sínu við Ólaf Thors 1942, þannig að Ólafur Thors vildi sitja áfram og vildi bara víkja fyrir því að þingið myndi skaffa meirihlutastjórn. Og Sveinn Björnsson segir bara við hann, nei, ég seti bara af. Þetta minnihlutastjórn, hún ekki stjórn sem fær að stjórna landinu og ég bara mun skipa mína stjórn. Og hann skipaði hinn svoköldu utanþingsstjórn og án þess að ránfæra sér neitt við stjórnmálaforingja landsins og meira það, hann skipaði bara menn sem hann þekkti og menn sem hann treysti. Og þannig vildi til að mennirnir sem að Sveinn Björnsson treysti, það voru líka menn sem voru færir að stjórna landinu. Og þetta var ríkisstjórn það sem forsætisráðherra var Björn Þórðarson, sem var gamall vinur Sveins Björnssonar, utanríkisráðherrann var Vilhjálmur Þór og nánasti bandamaður Bandaríkjamanna á Íslandi og sá maður sem Bandaríkjamenn treystu best. Nú þetta voru líka, viðskiptaráðherrann var Björn Ólafsson og þetta allir voru þeir reglubræður í firmureglunni með Sveini. Þannig að þessi þringur, eins og reyndar Ásgeir Ásgeirsson. Og nú mögum ekki gleyma því að það er oft verið sko að gera grín sko að hafa fordóma gagnvart frímúrareglunni, að sko frímúrareglan hún mjög merkileg trúarhreyfing, það mikið veit ég hana, og það mikið minni leyndi við frímúrareglunni eins og heldur það haldið. Þið farið upp á bókasöfn og fundi frímúratalið 1941 og nýtt frímúratal og þetta allt þar. Og hverjir forsvari sko fyrir frímúrastúkurnar og svo framvegis. Og frímúrareglan trúarhreyfing, svona dulspekjuhreyfing má segja. Það sem megin markmið það að svona einstaklingar sko rækti sinn garð og þrostist og láti gott á sér leiða.
Þetta hljómar kannski eins og ykkur hérna lofgjör frímúrregluna, en allavega sér maður verk þeirra manna sem voru í reglunni og eins og Sveins Björnssonar sem var stofnandi og verndari frímúrreglunar og ég bara á ekki að meta menn af verkum sínum, en í staði þess kannski hvaða félagskapurinn heitir sem eru í. En Sveinn Björnsson sem svipar þessa utanþingsstjórn 1942. Stjórnmálaleiðtogar landsins urðu trylltir og þó þeir farið vel með það því að það var nú ekki til hæfis eins og núna að gagnrýna þjóðhöfðingjann, en þeir urðu trylltir og þeir hafa skrifað það meðal Bjarni Benediktsson að þetta hafi rauninni verið valdarán og Sveinn Björnsson hafi rænt völdum og það væri við í stjórn í landinu sem væri óluleg stjórn vegna sem nýtti ekki traust þingsins. En Sveinn lét sér það nú í létturúmuri liggja og sagði bara, ég meina, utanþingsstjórnin víkur strax og þið getið komið ykkur saman stjórn. Þannig komið þið bara með stjórn, þá munu utanþingsstjórnin víka. En hún satt í 2 ár, kom niður verðbólgunni og gerði annað sem að skiptir þarna máli að þingið hafði samþykkt í aðdraganda lýðveldisins að þingið ætti að kjósa forseta. Þingið ætti að kjósa forsetann, sögðu flokkarnir 1943. Þetta var fullkomlega eðlilegt að hafa það stjórnarfyrirkomulag að þingið kæsi forsetann, vegna þess að á þeim tíma var engin þjóðkjörinn forseti í heiminum. Og ég vona að þið fá ekki að tilfinningunni að tala við ykkur eins og nefnendur mínar En ég hef þannig tæk sem svona, ef ég vil að fólk muni það sem ég að segja, þá endurtek ég það, þannig að ég ætla að endurtaka þetta. Á þessum tíma var engin þjóðkjörinn forseti í heiminum. Af því eins og þið vitið, í Bandaríkjunum að þá forsetinn kosin af kjörmönnum og þeir eru óbundnir, kjörmenn geta kosið hvaða forseti í Bandaríkjunum sem að þeim sýnist. Þeir eru ekki bundnir að vilja kjósenda á nokkurn hátt. Og í Finnlandi var forsetinn kjörinn af kjörmönnum fram til 1986. Þannig hvergi í heiminum var þjóðkjörinn forseti. Þannig þessi tillaga það að þingið ætti að kjósa forsetann, fullkomlega eðlileg tillaga. Samkvæmt svona viðurkenndum lýðræðis hefðum sem var það að þingið ætti að fara með allt vald og þingið annarkvæmt ætti forsetann að vera valdalaus eða þjóðingin að vera valdalaus eins og konungur eða þá hann ætti að vera kosinn af þinginu. Þá var allt vitlaust á Íslandi. Út af þessari tillögu það þingið ætti að ráða forsetanum. Og það sem að mun gefa þessari hreyfingu hér, þessari byltingarhreyfingu sem hér og út allt sigur, það að fólkið á Íslandi veit fullvel í hverju lýðræði felst og hefur alltaf vitað. Fólkið á Íslandi allt frá Jóni Sigurðssyni á 19. öld hefur vitað það að fullveldisrétturinn hjá fólkinu og lýðræði þýðir það að fólkið sem að ræður. Og þetta ekki einhver goðsögn. Þetta bara lýsir sér í þessum hreyfingum fólksins sem ég var að tala á 19. öldina sem fólkið var að taka málin í sínar hendur. Og íslenska lýðræðisvitnum byggir líka því að íslenska þjóðin hefur alltaf vitað að það engin mótsögn á milli fullveldi einstaklings og fullveldi þjóðarinnar. Heldur annarkvæmt fáum við hvort tveggja, við fáum fullvalda Íslendinga, fullvalda fólk og fullvalda þjóð eða hvorugt. Þjóð getur aldrei orðið fullvalda án þess að einstaklingarnir séu fullvalda í sínu lífi. Og hver er fullvalda Íslendingur? Fullvalda Íslendingur og fullvalda borgari sá sem gerir sér rétt fyrir því hvaða skyldur og hvaða ábyrgð hann ber í samfélagi við aðra menn. Þannig að það var allt vitlaust á Íslandi. Og menn sem á nú að fara að taka og þeir eru búin að stela öllu öðru. Á að nú að taka frá okkur þjóðhöfðingjan líka? Nei takk. Og sem betur fyrir líka þá höfum við kannanir um þetta, hvernig afstaða fólks var sem var gerður á þeim ágæta hagfræðingi Torfa Ásdíssyni og þjóðin var spurð í því merka tímariti Helgafell
Og ég segi stundum við nemendum mínu alltaf að segja það við ykkur, að ef þið ykkur tíman eru svartsýn fyrir hönd Íslands og hvernig við stöndum, þá skulle fara að skoða tímaritið Helgafell, sem var gefið út 1942 til 1946 og var gefið út af ritstjóri var Magnús Ástgeirsson annar og hinn var Tómas Guðmundsson, sem voru bandalag og samræður sósíalista og jafnaðarmanna á Íslandi og borgaralegra frjálslyndra menntamanna. Og þetta tímarit Helgafell, og ég segi þetta líka hérna sjálfum sem mér vegna þess að ég var nú ekki fyrir svona 10 árum síðan að þá þótti sem nokkuð vita hvert horfði á Íslandi eftir að það búið að stela kvótunum, og þá var þetta tímarit af vegi mínum Helgafell og verið hugsun að ef að fólk gat þetta á þessum tíma 1900 þarna upp úr 1940 að þá skulum við ekki vera vorkenna sjálfum okkur, vegna þess að það sem að tímarit Helgafell að gera fyrst og fremst að rækta lýðræði í landinu, að læra af reynslunni og það að flétta saman siðferðilegri, menningarlegri og pólitískri baráttu. Og tímariti Helgafell gerði skoðanakönnun þarna 1943 og niðurstaðan var svo að þjóðin vildi láta 70% vildu að forsetinn væri þjóðkjörinn. 70% vildu að væri þjóðkjörinn. Og þingið einfaldlega gafst upp og öll tímaritin í landinu, fjölmiðlarnir í landinu, þeir studdu líka þessa kröfu og ég hef nú bara nýlega uppgötvað það af því að ég hef nú haldið það hingað til að þeirra ráðastéttinni á Íslandi hafi gefist upp vegna þess að hún hafi orðið undir í hugmyndabaráttunni. Það var ekki þannig. Það var ekki þannig heldur eins og ég lýsi í þessari grein í Skírni að það sem réði úrslitum var það að ríkisstjórnin náttúrulega var utanþingsstjórnin og síðan var sem vildi að hafa þetta að forsetinn yrði þjóðkjörinn og síðan var náttúrulega Sveinn Björnsson ríkisstjóri og saman höfðu þeir þingrófsréttinn. Og það er til ofboðslega skemmtilega frásagnir af því þessum minnisblöðum Sveins Björnssonar að á fyrra fundi þeirra seinnipart 1943 þá kemur Gísli Sveinsson, sýslumaður og þingmaður og forseti stjórnarskrárnefndar þingsins ógurlega svona kokhraustur til Sveins og segir við hann, heyrðu, nú erum við búin að ákveða þar í þessari stjórnarskrárnefndinni að við ætlum að láta þingi kjósa forsetann og við ætlum bara að hafa það þannig og þú getur ekki ráðinn inn það. Þetta er haustið 1943. Næsta skipti kemur Sveinn í febrúar 1944 og er það bljúgur og spyr Sveinn Björnsson vin sinn og þeir voru vinir og segir við Sveinn Björnsson og þetta er allt í blöðum Sveins, segir við Sveinn Björnsson hvað munt þú gera Sveinn Björnsson ef að ríkisstjórnin ef forsætisráðherrann leggur til að þing verði rofið? Þá segir Sveinn Björnsson að sjálfsögðu mun ég fara yfir þeim reglum, öllum reglum hjá stjórnarskrárinnar, að sjálfsögðu mun ég samþykkja það. Það er þetta, ef að þið ekki takið aftur þessa tillögu ykkar að þingið að kjósa forsetann, þá sendi ég ykkur heim og þið ráðið engum það. Og þetta er alveg korrétt túlkun á stjórnarskrárinni. Þingið kemur ekkert nærri þingrofi. Þingrof er bara þannig að forsætisráðherra hvers tíma leggur fram beiðni þingrof. Síðan tekur þjóðhöfðingin sjálfstæða ákvörðun það hvort að hann verður við fyrir beiðnið ekki. Þannig að það var mikið læra risið á Gísla Sveinssyni þegar hann fór frá Sveini á þessu fundi og síðan fóru þeirra saman og fór Gísli á sinn fundi sín í stjórnarskrárnefnd og stjórnarskrárnefndin hún lagði til að þjóðin ætti að kjósa forsetann. Nú þannig að þetta fór sem sagt saman það að alveg eins og upp á 1900 það voru hagstæðar aðstæður vegna tengsla okkar við erlend ríki og síðan það að þjóðhöfðinginn hann var lýðræðissinni. Nú ætla ég að fara að hætta en segja áður. Já, ef að þetta nú þannig að þessi friðsama bylting númer 1 og 2 henn tókst vegna þess að voru hagstæðari aðstæður í alþjóðlegu samfélagi og síðan að og síðan að vinsamlegur og valdamikill þjóðhöfðingi, af hverju held ég þá að hin íslenska bylting muni núna heppnast aftur.
Það vegna þess, það ekki vegna þess að þessi hagstæðar ytri aðstæður. Skulum taka það fram, það ekki vegna þess. Það heldur ekki vegna þess að þjóðhöfðingi landsins, hann hefur enga stöðu til þess að skipta sér eitt eða neitt það hvernig framtíðarskipun mála veru hér í þessu þjóðfélagi. Og það bara þannig. Og þannig að það getur ekki komið til og ég ger ekki ráð fyrir að það muni koma til. En af hverju held ég þá að byltingin muni heppnast? Já, ég held að hún muni heppnast vegna þess að hugmyndirnar sem að hafa sprottið hér upp í þessari friðsamlegu byltingu hér, að það eru hugmyndir sem í takt við vilja og óskir íslensku þjóðarinnar og í takt við þann skilning sem Ísland hefur á lýðræði. Og það var algjörlega hárrétt ákvörðun sem að fæddist nú hér að fundi á Austurvelli. Ég held að ég hef heyrt Viðar Þorsteinsson tala það fyrst, að við að krefjast þess að hér verði þjóðfundur og við að krefjast þess að hér verði stjórnlagaþing. Við að gefa þinginu núna tíma fram á vor til þess að koma þessum hugmyndum í framkvæmd. Ef að þingið samþykkir ekki þessar hugmyndir, þá munum við bara leggja saman og ráðum það hvernig við ætlum að hegða þessum þjóðfundi og hvernig við ætlum að hegða þessu stjórnlagaþingi og búa til þennan nýja sáttmála sem að þarf að skrifa. Þessi hugmynd þjóðfund, hún mjög gömul og hún rótgróin og það var þjóðfundur 1851, það sem var nú mörkuð stefnan í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Nú Sveinn Björnsson, hann setti fram hugmyndir þjóðfund sem að við höfum betur hugsað 1944 og ég ætla bara að enda því að lesa stutt úr Sveini Björnssoni. Hann gat ekki komið fram þjóðfundunum 1944 vegna þess að ríkisstjórnin var þá með því að klára stjórnarskrána með þeim hætti sem var gert, en Sveinn Björnsson vildi ekki klára stjórnarskrána öðruvísi heldur en að halda þjóðfund. Og hér kemur tilvitnun í Svein Björnsson. Og þetta hér úr bók, ágætri bók eftir Gylfa Gröndal sem heitir Sveinn Björnsson. Og tilvitnunin svona, og hann að tala það, og hann meira sér sendir sérstakt bréf sem kallað ríkisstjórabréfið, sem að sendir til þingsins, það sem hann leggur til að þjóðfundur verði haldinn. Og svo kemur tilvitnun og ég enda á því. Ef leitað í sögunum mun það komi ljós að með flestum þjóðum hefur framtíðar stjórnskipun undir sambærilegum kringumstæðum verið ákveðin á sérstökum þjóðfundi í stað venjulegs löggjafarþings. Í vorri eigin sögu má lesa að það vilji forvígismanni frelsisbaráttu voru fyrir tæpri öld undir forystu Jóns Sigurðssonar að sérstakur þjóðfundur tæki ákvörðun stjórnskipun Íslands. Mótmæli hans og þingheims slitið var með valdboði á þjóðfundunum 1851 einn af minnisstæðustu atburðum í seinni stjórnmálasögu vorri og þó var Alþingi þá nýlega endurreist og hefði að sjálfsögðu geta gert samþykktur málið. Ef einhver kynni að telja að þjóðfundarkvaðning myndi vera til þess að tefja afgreiðslu málsins þörf fram, hygg ég að svo þyrfti ekki að vera ef gengið yrði fljótt að verki. Enda myndi Alþingi nú geta undirbúið málið en vandlega undir fundinu gert hefur verið til þessa. Slík bein og virk þáttaka allra þjóðarinnar í afgreiðslu þessa máls sem varðar alla þjóðina svo miklu nú alla framtíð myndi að minni skoðun gera hvort tveggja að vera enn virðulegri en samþykktir Alþingis þó þjóðaratkvæðagreiðsla eingöngu til synjunar samþykktar færu á eftir og einnig skapa slíkt viðhorf út á við aðra þjóðir myndu frekar virða ákvarðanir þjóðanna með þessum hætti. Einróma eða sama sem einróma samþykkt þjóðfundar myndi sýna þjóðarviljan með þeirri alvöru og þeim þunga að enginn myndi vefengja hverjar væru raunverulegar óskir þjóðarinnar. Þetta var skrifað 1943 og talið það mikilvægt að Sveinn Björnsson sendi þetta bréf opinberlega til þingmanna og þeir virtu ekki einu sinni þjóðhöfðingjann viðlits. Töldu því að svona bréfi þyrftu ekki að svara. Þannig að þetta svo krafa sem í takt við sjálfstæðisbaráttu íslenskrar þjóðar, hún í takt við þann djúpa skilnings Íslendinga á lýðræði, að lýðræði hjá fólkinu sjálfu og ef að valdhafar hunsa óskir þjóðarinnar þrátt fyrir þolinmæði og langlundargeð að þá þarf þjóðin að grípa til sinna ráða. Lifi Ísland,
lifi byltingin, lifi nýtt lýðveldi. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Svanur. Það var skemmtilegt. Nú, fyrirspurnir. Viljið þið vera svo elskulega að koma því að við tökum þetta upp? Viljið þið koma hérna upp að mikrofóninum og bera þetta að kynna ykkur og bera fram? Heyriði mér. Lyftið hnefanum með þið heyriði mér. Páll Heiðar heiti ég. Ég held ég hefði vilst hérna á vitlausan fund því að ég engin bókabísi, ég venjulegur sjómaður með réttlætiskennd sem á mínu sjómannamáli hefur verið nauðgað trekk í trekk undanfarið. Ég styð stjórnlagaþingi með ráð og dáð, en ég sé sem stærsta vandamálið ekki örfáa vindbelgi á þinginu sem koma til með að standa á móti í, heldur þá staðreynd að meirihluta þjóðarinnar er drullu fokkin sama. Og þessi sami meirihluti mun þegar að, og ef að þessi þjóðfundur nær fram að ganga, hamra á því að þessi þjóðfundur hafi verið fámenn klíka sem að kom sínum málum í gegn. Hvernig leysum við þetta stór hættulega vandamál í þjóðinni? Svo vil ég líka minna á að þeir sem að standi þessari baráttu hafa gjarna tilhneigingu til þess að vera dregnir fyrir dómsvaldið sem að nánast öllu leyti skipað af nátttröllinu Birni Bjarnasyni. Og ég minni þá sem að ekki vita, sem að sennilega er fáir hérna, að það er einn þeirra tekin klukkan 11:40 á morgun í Héraðsdómi Reykjavíkur. Takk fyrir. Já, sæl Davíð Ingólfsson heiti ég. ætlaði bara rétt að byrja á að svona allavega hálfum þræði taka undir með, fyrirgeðu, hvað heitirðu? Með Páli. Að ég er búinn að vera að standa í þessu núna allavega í ár að reyna að fá fólk til þess að koma og og gera eitthvað í þessum málum sem að við stöndum frammi fyrir. Og það gengur vægast sagt illa. Það eru alltaf sama fólki sem kemur og það að fá venjulegt fólk til þess að bara mæta og bara taka til hendinni og raunverulega eyða tíma í þessi mál, það er alveg gríðarlega erfitt. Ég bara reyni að gera það hér líka og auglýsa eftir fleira fólki til að taka þátt í þessari vinnu. Vegna þess að það er vinna út um allt, sko. Það eru fullt af hópum út um allt sem er að vinna í þessu. Vinna í hvernig á að búa til nýja stjórnarskrá og nýja stjórnskipan og hvernig það á að vera. En það er allstaðar sama vandamáli. Það vantar allstaðar fólk. Þannig að ég vil taka undir það. En annað, sko, í sambandi við stjórnlagaþingið sem að nú á að fara að koma og stjórnmálamenn eru búin að lofa, þá vil ég líka minna á það að stjórnmálamenn eru búin að lofa nýrri stjórnarskrá nánast frá stofnun lýðveldisins og það hefur nákvæmlega ekkert komið út úr því og ég sé ekki alveg af hverju við ættum að trúa því núna að þetta sé að þetta sé alveg að koma núna. Ég er vondaufur og sérstaklega eftir að hafa rætt við allsherjarnefnd sem er að standa í þessum málum, þá er ég mjög vondaufur að það komi alvöru frumvarp stjórnlagaþing og í öðru lagi
undirstrika orðið alvöru, að þetta verður stjórnlagaþing fólksins, að það verði ekki bara einhverjir örfáir einstaklingar sem hafa verið áberandi í fjölmiðlum sem að komast þarna að. Ég vil að stjórnarskráin verði samin af fólkinu, en ef að það verði ekki gert, þá langar mig til þess að spyrja Svan að einu atriði sem í stjórnarskráni og virðist hafa verið beitt, og það það að forseti Íslands skipi sjálfur ríkisstjórn, að hann beinlínis taki málin í sína eigin hendur og hendi núverandi ríkisstjórn út sjálfur og skipi sína eigin ríkisstjórn fólki sem hann treystir. Og hér ég ekki að tala Ólaf Ragnar Grímsson, heldur næsta forseta Íslands, að hann verði kjörinn á þeim forsendum að hann skipi framkvæmdavaldið. Þannig að þetta plan B verði í rauninni þannig að til þess að fá allavega lámars árangur út úr þessu öllu saman, að fá þá þrískiptingu ríkisvalds, allavega tvískiptingu ríkisvalds, með löggjafarvaldi annars vegar og framkvæmdavaldi hins vegar sem að forseti Íslands myndi skipa. Hvort það væri ekki hægt að nota þá bara hreinlega núverandi stjórnarskrá til þess, því að það virðist vera sem að hún sé samin með það í huga að forsetinn skipi framkvæmdavaldið, og ef ég hef skilið hér fyrirlesann rétt, þá hefur þetta áður verið gert. Þannig að mér langar að beina þeirri spurningu hvort að þetta sé ekki hægt bara með undir núverandi stjórnarskrá og jafnvel núverandi kosningalögum. Takk. Ég ætla nú bara svara beint þessu með vald forsetans yfir ríkisstjórnum. Það alveg ljóst að það sem hægt að gera og það sem var rakið reyndar þegar að stjórnarskráin var búið til, að það sem að forsetinn getur gert og hann getur meira segja bara á einum fundi þá getur hann sett nýja ríkisstjórn í landi. Og sá forsætisráðherra nýji, hann undirritar lausnabréf fráfarandi forsætisráðherra, dregur síðan upp bréf þingrof og þingrofið, þannig að það alveg ljóst að forsetinn getur skipt ríkisstjórn og hann getur síðan getur þessu ríkisstjórn farið með þingrofsvandi og sendt þingið heim. En hins vegar það nú ansi gróft að setja af ríkisstjórn sem að nýtur stuðning meirihluta þingsins. Hins vegar hef ég talið að þessi réttur forsetans og sem þjóðkjörins forseta til þess að sjá landinu fyrir starfshæf ríkisstjórn, að geti jafnvel orðið til þess að þurfa að setja af ríkisstjórn sem í landinu, vegna þess að sú ríkisstjórn sem í landinu, hún minnihlutastjórn. Hún á forminu til meirihlutastjórn en hún minnihlutastjórn. Hún kemur ekki fram hvorki einu eða neinu af sinni stjórnarstefnu. Þannig hún minnihlutastjórn. Málið hins vegar það, og þess vegna ég verð alltaf fyrst ég ætla að hafa þetta stutt, en fyrst það sem það þarf að gera það að við verum að horfa á ástandi eins og og vera ekkert að draga neitt undan. Og málið það að forseti Íslands nýtur ekki trausts. Og við getum haft eitthvað skoðun því að hverju það bara þannig. Og það eitthvað skoðanakannur það eitthvað 1% þjóðarinnar sem líta á til sameiningartákn, látum það nú vera vegna þess að ég hef nú engan hugmynd það sjálfur hvað sameiningartákn þýðir. Sameiningartákn finnst mér að vera bara eins og eitthvað stytta. En látum það nú vera, en það sem náttúrulega alvarlegra það hérna skoðanakanna sem birtist það hvað 27% þjóðarinnar sem treystir forseta Íslands. Og ég var einmitt að fara að fletta því í gegn að skömmu áður en að Nixon sagði af sér á Watergate, að þá var hann með 40% traust, Nixon.
og þannig sko að í Bandaríkjunum er talið sko að forseti sem fer í trausti niður í 40%, hann bara kominn sko í þeirri hættu, hann geti bara ekki starfað með eðlilegum hætti. Þannig að þetta bara staða Ólafs Ragnars, þannig að ég held að það myndi bara sko öskun í eldin, satt að segja sko ef að forsetinn sko ætti að fara að setja ríkisstjórnina af sem að þó getur sko svona löglega til þess að koma á fót ykkur annarri stjórn. Þannig að ég bara tel það vera fásinnu að gera slíkt þó að það sé löglegt. Það hvort að þetta verður hægt sko í ykkur nýrri stjórnarskrá, þá ætlum ég bara að segja þetta. Við eigum ekki, ég ráðlegg það að við séum ekki að hafa upp ykkur voðalega miklar hugmyndur það hvernig þessi stjórnarskrá á að líta út. Það bara, okkar hlutverk þá að koma þessu ferli af stað, alveg eins og rödd fólksins sko þessi friðsamlega bylting leiddi það af sér að ríkisstjórnin fór frá á þess að við varum að segja fyrir nákvæmlega hver ætti að taka við, að við að koma þessu á og það sem við að leggja áherslu á það það að áður en að stjórnarskráin verði samin að þá verði sáttmálinn endurnýjaður. Og ég sko minna á það að sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna hún kom á undan stjórnarskráni. Þannig að fyrst þurfum við að koma okkur saman þann sáttmála sem við ætlum að hafa hér. Og horfast í augu við það að ráðamenn þjóðarinnar hafa brotið þann heilaga sáttmála sem að lýðveldi byggir á. Bæði formlegan sáttmála og sem í stjórnarskráinu og líka bara þann stilning sem áran þá undir þá stilningur sem við eigum að vænta þess að ráðamenn gæti hagsmuna fólksins. Nú það hvort að fólkið kemur til liðs við þessa byltingu og hvort að hún mun ljúka með sko friðsamlegum hætti eða kannski ekki verða eða neitt, vil ég bara segja þetta. Hvort sem með einstaklinga eða þjóðir, að þegar að sko allt þrýtur og þú ert í djúpri neyð, hvort sem einstaklingar eða þjóðir, þá vonin blíð hið eina sem raunhæft. Þannig það að berjast fyrir það framgangi þessara hugsjóna, það það eina sem við getum gert. Og það ekki það hvort sem við erum bjartsýnismenn eða svartsýnismenn, hvort við höldum þetta muni heppnast eða ekki. Þetta bara heiðarlegt fólk, hugrætt fólk. Það gerir það sem samviska þess bíður. Það eina sem ég að segja, og það get ég sagt sem fræðimaður. Og það vel þekki ég þessa þjóð, komin á þannig aldur sem ég að það vilji þekkja þessa þjóð og ég hef nú reynst að því sjálfur að því að ég hef nú verið í forystu fyrir samtökum sko geðsjúkra á Íslandi hríð að þegar að til þarf að taka og þegar á ríður að þá sko hjarta þjóðarinnar gott, það eru sterk bönd sem að binda okkur saman þannig að það sem við þurfum bara að gera að vera einörð og vonglöð og gera það sem að við þurfum. Nú hver útkoma verður, það má vel vera. Þó mér finnst það reyndar ólíklegt að þetta mistækist. En maður getur það allavega sagt við sjálfan sig á hinum hinsta degi, ég gerði það sem samviska mín og skyldan bauð. Já, ég ætla út af þessari spurningu þá ætla ég að benda og ég gekk á fund forseta Daði í janúar og stakk upp á þessu við hann. Ég held að þú finnir heimildir þetta inn á raddir.ru. Má ég svara ansvari? Já, en ég ætla að biðja ykkur að reyna að vera dálítið kjarnýrt, þannig að við séum ekki fleiri klukktíma. Að því má hann ekki fara aðeins og undan þér. Gerði það bara núna? Já, bara takk fyrir svarið, en þetta var ekki alveg spurningin. Sko, ég tók það sérstaklega fram í spurningunni að ég væri ekki að tala um Óla Ragnar Grímsson. Og ég tók það sérstaklega fram að þetta væri hugmynd ef að allt færi á þann veg sem að ég hrættastur að það fari, að það breytist ekkert.
að eftir það bil 2 ár þá verða forsetakosningar, nýjar forsetakosningar og að þá verður hreinlega kosið nýr forseti á þeim forsendum að hann taki framkvæmdavaldi með sér. Og spurningin er þá hver er þín afstaða til þess og hvort þetta sé ekki örugglega möguleiki í núverandi stjórnsýslu lögum og stjórnarskrá. Ég bara svara því bara með mjög stjarnan. Ég vona bara að eftir 2 ár þá verður við komin nýja stjórnarskrá. Þannig að við verðum ekki þá með forseta sem að fylgja þeirri stjórnarskrá sem er núna. Má ég svara ansvar og vera með sakir? Nei, hann valdur hún í þá útýningu. Ég er nú einlega svolítið á sömu nótum og Daði í því sem ég ætla að nefna. Mér langar að þakka Svani fyrir áhugaverðan fyrirlestur og upprifjun. Sagan er vissulega lykillinn að mörgu og það er áhugavert að heyra það að Íslendingar hafa þurft að hafa átt í þægilegum samskiptum við að minnsta kosti einn Danakonung. Það var ekki Friðrik VIII og Sveinn Björnsson hafði greinilega hugsjónir í vasanum fyrir þjóðina. Nú er það þannig að mér finnst fræðimenn íslenskir margir hverjir og líklega flestir vera ansi tregir í taumi að standa og tala eins og þú hefur gert hér í dag. Og ég veit að eigin reynslu að það getur verið þrautin þyngri bara að fá suma fræðimenn til þess að koma á fundi og jafnvel tala hluti eins og nýja stjórnarskrá. Þeir færast allavega sumir undan í flæmingi og það er eins og að svona hreyfingar meðal fólks, almennra borgara, það séu margir fræðimenn hræddir við þær. Það er eins og þeir séu hræddir við að brennimerkja sig eins og þetta sé einhver smygd sjúkdómur sem er þarna á ferðinni. Og mér langar einlega bara að spyrja hver að mati Svans, hver gæti leitt svona hreyfingu þannig að hún ætti sér skírskotanir bæði meðal fræðimanna og almennings sem víðast sem sagt. Vegna þess að forseti Íslands núverandi er greinilega ekki alveg í stakk búin til þess. Ég skal svara þessu mjög stutt og það er þannig að ég ætla reyndar að byrja mína ræðu á því að gera það sem að mér var nú uppálega þegar ég var að þjálfa mig í ræðumennsku 16 ára gamall í félagi ungra sjálfstæðismanna Huginn á Ísafirði. Að það var að sagt að maður ætla alltaf að byrja ræður á því að smjaðra fyrir fundarboðendum. Því að þeir voru, en í alvöru talað, það sem ég er alltaf að vekja athygli á því og fólk voru bara að taka það eins og ég segja. Ég er bara hreinn og beinn og ég þarf ekki að smjara fyrir neinum og bara segja áður, ég ætla ekki að fara að tala hér Háskóla Íslands, það er sólskin hérna úti og ég ætla ekki að fara að þreyta sjálfum með öðrum á því að tala um það. Ég hins vegar bara segja það að ég mun velja mér þann vettvang sem að ég tel vera hentugan til þess að ræða það sem hefur gerst í háskólanum á undanförnum árum. Og það er mjög alvarlegt mál, að maður sem hefur dæmdur mæltu máli fyrir ritstuld sem heitir höfundaréttarlög, hann skuli kenna skyldunámskeið í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Og það nær ekki nokkri átt, það er bara að gefa að þegar nú við erum komið nýjan deildarforsta í minni deild í stjórnmálafræðideild, svona tíma til þess að átta sig á hlutum, en ég hef sagt það þarna innan hús og mun segja það opinberlega ef að það breytist ekki. Að deild það sem að maður sem er dæmdur fyrir ritstuld kennir í skyldunámskeið, að slíka deild á að leggja niður. Hún á ekki tilverurétt. Og þó að það kosti það að ég og kollegi minn Sigurgeirsdóttir verði án vinnu, það verður bara að vera þannig. Það er bara staðreynd málsins. Og ég ætla ekki að útskýra það að þetta náttúrulega líka er það að nú er náttúrulega málefni Íslands eru komin út allan heim. Og ég ætla ekki að útskýra fyrir ykkur svo sem það að þurfa að útskýra fyrir kollegum mínum erlendis hvað sé eiginlega að vera hér á Íslandi. Og svona helst að samsvörunin sem maður hefur er það ef að Goebbels fær að kenna til þess að hjálpa Þjóðverjum að byggja upp lýðræðið eftir stríð
og ég meina þetta í alvöru, ég meina hvað, sko, og þjónkun háskólans á ýmsum greinum, sko, við það sem gerst hefur á Íslandi þyngra heldur en tárum taki. Og það bara náttúrulega algjörlega nauðsynlegt, sko, að háskólinn fari í mjög heiðarlega uppgjör við það sem að þar við gerst, til þess að geta hort kynræðarlaust framan í þjóðina núna á næsta ári 1911, 17. júní, þegar verða 100 ár frá því að Háskóli Íslands var stofnaður. Þannig að við getum bara einfaldlega kynræðarlaust hort framan í þessa þjóð. Og það sem hefur ekki gerst, sá sem hefur nú orðað þetta besta Vilhjálmur Bjarnason, sem hefur sagt, sko, að það sem þarf að gera það að háskólastéttir á Íslandi, hvað sem eru lögfræðingar, viðskiptafræðingar, eða endurskoðendur, þeir þurfa að fara í gegnum sömu sjálfskoðun eins og læknar þurftu að ganga í gegnum eftir seinni heimsstyrjöldina. Og Vilhjálmur Bjarnason, sem nú einn af þessum hetjum þessa lands ásamt Þorvaldi Gylfasyni og nokkrum öðrum í háskólanum, Guðmundi Ólafsson og nokkrum öðrum, að það þarf náttúrulega að fara fram slíka endurskoðun á því hvað verið að kenna hér í þessari æðstu menntastofnun þjóðarinnar og hvaða siðferðilega grunn vantar inn í bara faglegt, sko, heiður stéttar, svo með að þvælast inn í þetta stéttir eins og viðskiptafræðingar sem verkfræðingar fyrir gefið, sem áttu þátt í því og eru heiðursfélagar í félagi verkfræðinga, var það ekki. Þannig að þetta mál sem þannig ég, sko, ekki til þess að því þó hafi ekki fengið til að tala mikið hér á fundum hjá röddum fólksins, eins og þeir voru einfaldlega upp í háskóla að þjóna öflum myrkursins og þeim öflum sem voru að setja, og ég meina það alveg öflum myrkursins, sem neyddu hér yfir þessa þjáningar yfir þessa þjóð, og þá margir hverjir ekki bara embætti, heldur líka sporslur og peninga af ýmsum tagi. Og þá meðal komið fram skýrsla endurskoðendar launagreiðslur, sko, þessara manna ýmsa í viðskiptafræðideildinni, þar sem að menn hafa sig í það að vera háskólakennarar og síðan eru þeir á verktakagreiðslum þar fyrir utan. Þannig ég bara uppgötaði það þegar ég las þessa skýrslu, að ég bara búin að vinna við hliðina á fullt af milljón mönnum sem eru með 1 milljón á mánuði, sem helmingi hærri laun heldur en ég og þó með ágætt laun. Bara og hugsa sér siðferði sem felst í að vera opinber starfsmaður á einhverju vinnustað og síðan breytur í sjálfum þér í verktaka og sendir háskólanum reikning fyrir því sem að þú átt að vera að gera í vinnunni. Þannig að þessi staða mjög alvarleg og það verður að taka það bara eins og þeir. Nú þetta á lokum það sem ég ætla að svara, þessi hreyfing þegar búin að eignast mikilvæga leiðtoga sem að birtast bara hér, sko, bara hér hverju sinni, sem að vita því að vera ekki að trana sig fram, sem að vita því að vera, sko, að gera það sem þarf að gera þegar þarf að gera það, boða til funda þegar þarf að boða til funda, vera að hvetja til aðgerða þegar þarf að hvetja til aðgerða, en eru fyrst og fremst svona siðferðilegir, hafa siðferðilegt autoritet, og það sem þessi leiðtogar eru að gera að segja þjóðinni sögu. Það það sem leiðtogar þurfa að gera, að segja þjóðinni sögu, hvar hún var, hvar hún og hvert hún að fara. Og hreyfing sem hefur fólk eins og Torfason vinn minn og hann Lára Hönnu Einarsdóttur, sem mér til mikillar ánægju komst á raunum með Vestfirðingur eins og ég, og forfeður hennar eru Skötufirði, sem nú bara móðir mín alveg upp í Augnesi, sem á milli Skötufjarðar og Mjóafjarðar, eins og þið vitið, og lesa frásögn hennar, Lára Hönnu, hún hér? Nei. Að lesa frásögn hennar nýjasta pistilinn, sko, sem hún að tala við skuldum forfeðrum okkar, formæðurum, við skuldum þeim sem undan henni gengnir og því sem á eftir koma það að við reynum að búa hér til skikkanlega þjóðfélag. Og þetta eru leiðtogar og við þurfum enga aðra. Svo vantarlega að spretta fram, kannski eru mikið fleiri sem eru á ferðinni, og ég vona að vinur mig Hjörtur Hjartarson líti ekki á þessum smjáður, að ég líka hef fylgst með hans störfum og hvað hann að segja, bæði á blogginu og annars staðar. Þannig að það eflaust fleiri. Nú Daða Ingólfsson vil ég nefna líka, sem ég finnst mjög mikið merkilegt það sem hann hefur fram að færa. Þannig að við þurfum ekki að kalla fram nýja leiðtoga og síst af öllu svona besservissar úr háskólanum eins og ég. Ég skal bara vera með eftir því sem ég er kallaði til, og þannig á það að vera. Þetta á að vera, sko, rödd fólksins og hreyfing fólksins, og við þurfum náttúrulega leiðtoga, við þurfum marga leiðtoga,
og við þurfum líka leiðtoga sem hafa vit á því að vera ekki að trana sig mikið fram sem leiðtoga. Takk fyrir. Hérði, þá ætlar Páll, þú ert næstur þeim. Páll Heiðar heiti ég ennþá. Leiðtogadýrkunin, það ekki hún sem að koma okkur í þessa djöfusi dröllu sem að við erum? Fólk lét fleng ríða sér í raskati hvað eftir annað og sagði svo bara Davíð sagði þetta. Ekki maðurinn sem að fara fyrir rétt á morgun ágætis leiðtogi því að skipta? Hann hefur allavega haldið góða ræður og haldið vel fána mótmælanda. Ég veit ekki hvort að menn sjá það sem staðreynd með utanþingsstjórnina Forsetinn var með þinghyskinu upp í brúnni og tók á sig sama brotið og allir hinir. Það ekki til ásættanleg lausn og okkur veitir ekkert af 2 árum í að undirbúa þessa nýju stjórn sem á að taka við, því að við erum ekki einu sinni sammála sjálf hvað við viljum gera. Ég var einn af þeim sem að heimsótti þetta hyski sem að heimsækir okkur 4. hvert ár, flestum til ógleði væntanlega. Og þá var lið á Austurvelli sem að hafði staðið við hliðina á mér á Austurvelli sem að hundskammaði mig fyrir það að láta krakkan í hverfinu pissa í sig hvert af öðru. Reynum sjálf að koma okkur saman áður en að við ætlum að sameina þjóðina. Komið sæl, Geir Guðmundsson heiti ég. Ég í hópi fólks sem hefur áhuga á að stofna sérstaklega stjórnarskrárfélag og við erum núna að vinna því að setja upp stoppskrá sem að vera síðan kynnt á stoppfundi og þegar ég hlusta á ræðu Svans þá talaði hann félag sem heit Helgafell eða tímarit sem heit Helgafell. Þetta minnir mig svolítið á það hlutverk sem við sjáum fyrir okkar þetta félagi að gera, það að efla til umræðu og draga fram upp öll sjónarmið sem í gangi hvað ætti að vera innihald í nýrri stjórnarskrá og nýrri stjórnskipan Íslands og efla til rökræðuna og þetta félag sem tekur ekki beint afstöðu en fyrst og fremst að draga þetta fram, standa fyrir fundum og hvetja til þess að þjóðin fari að vinna í þessum málum og eins hvernig við ætlum síðan að búa til þjóðfund eða stjórnlagaþing til að ræða þetta. Og það sem ég langar að spurja Svan hvað honum finnst, hvort að þetta viðhorf sem við erum að fara, það þurfi ekki fyrst að koma af stað fræðsluhreyfingu og umræðum og safna hvað búið að vera að gera, hvernig stjórnarskrár annarra þjóða og þess að hvort að það sé ekki fyrsta skrefið í átt að áður en stjórnlagaþing eða þjóðfundur fyrir fram. Takk fyrir. Einhverju velkomin að taka þátt í starfi félagsins. Þessum undirbúningi, það næsti fundur núna þriðjudaginn klukkan 8 í húsi, hugmyndahúsi háskólana. Þið getið líka sendt á postupplýsingar á stjórnarskrá@gmail.com eða viljið fylgjast með starfinu. Takk fyrir. Þetta á Grandakari 2 gamla Ellingsen húsið, það húsið sem þar fyrir aftan, stórt hvítt fiskvinnslús gamalt. Það eina sem ég mæli með og mæli mjög eindregið með að byrja ekki á því að búa til stjórnarskrá. Það að byrja á því að búa til sáttmálan. Sáttmálan vegna þess að stjórnarskrá hún alltaf má segja formlegt framhald af því þannig að byrja á því að búa til sáttmálan. Hver svo sáttmáli sem við höfum? Og það til ágætis, besta uppskriftin sem ég veit af slíkum sáttmála sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna. Og það hvað sem menn bókabessar, sjómenn líka bókabessar, það sem ég þekki allavega til og lesa fáir meira og eru betri viðskiptavinir bókasafninu heldur flestir aðrir, þannig að það nú bara þannig.
sko að ég held að það sé mjög gagnlegt sko að kynna sér hluti í sambandi við stjórnarskrá Bandaríkjanna. Það er mjög sko aðgengilegt bara með því að googla bara og skoða sjálfstæðisyfirlýsinguna. Skoða líka hvernig að Finnar stóðu að verki eftir fyrir heimsstyrjöldina. Nú sérstaklega skoða Þjóðverjana, hvernig þeir stóðu sko að sinni stjórnarskrá. Og það sem að var hjá þeim öllum það fyrst að tala hugmyndir, tala samfélag, hvernig viljum við að samfélagið sko lítur út og tala vonina, setja vonina niður á blað það hvers konar þjóðfélag við viljum hafa og virkja sko síðan kemur sko stjórnarskráin, hún þá kemur sem sko sem framhald af þeim hugmyndum. Og auðvitað sko veit ég og vita allir nokkurn veginn hvernig þessi stjórnarskrá mun líta út. Sko sem verður farin, stjórnarskrá mun líta þannig út að það verður ítrekkað sko að það sé lýðræði á Íslandi og fullveldisrétturinn sé í höndum fólksins. Það verður ítrekkuð þrískiptingu valdsins, það verður undirstrikað sjálfstæð stjórnsýsla, það verður undirstrikað að skilja milli framkvæmdarvald og löggjafarvald, það verður undirstrikað þau réttindi og skyldur sem einstaklingarnir hafa. Nú hins vegar held ég að það alls konar stórmál sem eftir og þarf að ræða og verður bara komið í ljós nákvæmlega hvernig þetta útfært. Eitt af því til dæmis sem að blasir við á Íslandi að það sveitarstjórnar ráða mjög miklu litlu. Maður ber til þess að í Norðurlöndin að þá 2/3 af fjárreiðum hos opinbera fari gegnum sko sveitarstjórnar en hér á Íslandi það 1/3 ekki rétt, Sigurbjörg? Jú, þetta 1/3 hér á Íslandi. Sko þannig að það alls konar hluti sem að þarf að ræða, síðan þarf að ræða hvernig verður staðið á þjóðaratkvæðagreiðslum og fleira. Það nú ein hugmynd sem ég er mjög spenntur fyrir sko það að kjósa sko borgarstjóra og bæjarstjóra beinni kosningu. Og ég bara sleppti því minni ræðu, ég ætla ekki að sem að ræðum það en nema bara að segja að það sem Íslendingar nefnilega skynjuðu þarna í byrjun 20. aldar sko það að það er engin mótsögn á milli fulltrúalýðræðisins og fulltrúalýðræðisins og beinslýðræðis. Þetta þvert á móti. Beina lýðræði virkar ekki vel ef að beina lýðræði þarf að taka afstöðu til allra mála. Beina lýðræði virkar best það sem fulltrúastofnanir eru sterkar. Það sem að þingið sterkt og stjórnsýslan sterkt og sér það að gæta almannahagsmuna svona frá degi til dags. Síðan kemur beina lýðræði til að taka ákvarðanir sem eru þá stefnumarkandi, hvort sem að það er Evrópusamruna eða eins og var gert þjóðaratkvæðagreiðslu áfengi eða eins og slíka hluti. Þannig að það er eitt verkefni og mér er alveg sama þó ykkur líki illa það sem ég segi. Það er mjög brýnt verkefni að byggja upp stjórnmálaflokkana í landinu. Og ég veit ekki neitt land sem vel stjórnað, og það er í stundum að tala náttúrulega Norðurlandi sem fyrirmynd, nema sem stjórnmálaflokkarnir eru sterkir. Og hvað meina ég sterka stjórnmálaflokkar? Það eru flokkar sem hafa burði til þess að móta þjóðmálastefnu, til þess að móta stefnu í málefnum samfélagsins, fá umboð til þess að framfylgja þeirri stefnu í kosningum. Þannig að þessi fyrra það að lýðræði á Íslandi verði byggt með því að leggja alla stjórnmálaflokkana í rúst og hafa enga flokka og hafa bara persónukosningar. Þá held ég við fyrst að fá upplausnina. Og ég bara segja það ég ætla ekki að fara að hafa einhver langa fræðilega fyrirlestur, heldur bara að segja það sem fullyrðingu. Að ég veit eina framlag Evrópumanna til og Breta þá sérstaklega til hvernig þetta að gera stjórnmál lýðræðislegt í gegnum sterka stjórnmálaflokka og fylgjast með bresku kosningunum og hvað bresku flokkarnir leggja mikla vinnu í sína stefnumótun, það sem er gert á lýðræðislegum grundvelli. Hver einasti flokkur af þessum 3 flokkum leggur fram lýðræðislega stefnu sem er mjög ítarlega útfærð. Og þetta er svo eftirsótt að stefnuskrá flokkana eru metsölubækur í bókabúðum í Bretlandi. Fólk kemur og borgar fyrir stefnuskrá flokkana af því að það veit að þessi stefnuskrá er vönduð og þetta er ítarlega útfært og það er eftir eitthvað slægjast. Að þú sér stefnuskrá stjórnmálaflokka þá fleygir í hvert.
allavega mínu heimili þá fær það í ruslið. Akkur vegna þess að það hefur eitt að segja, sko þannig að við megum ekki rugla saman því að vera með spilta flokk eins og við erum með á Íslandi og taka, sko þá fyrst hafa ráðandi öfl á Íslandi unnið. Ef að við förum að hugsa, það er annarkvort að hafa flokkana eins og þeir eru eða enga flokka. Þau eru búin að kaupa stjórnmálaflokkana þessi öfl. Nei, og stjórnmálaflokkarnir eru ekki allir eins. Ég bara sé það þó ég setja Vinstri græn. Það er einn flokkur sem er ekki flæktur í skal ég segja, og ég hef aldrei kosið Vinstri græna, ég gera það kannski næst. Sko það er einn flokkur í Íslandi sem er ekki flæktur inn í þessi prótjósmál og spillingur og tengslum við það. Af hverju? Það var vegna þess að Vinstri grænir tóku meðvitað ákvörðun það að peningar ætti ekki að ráða því hverju færi framboð fyrir þá, heldur væri fólk í frambóði fyrir Vinstri græna á grundvelli flokksins og það ætti að vera jafnræði sem að þar á milli. Þannig að við skulum ekki vera að setja alla flokkana undir sama hatt vegna þess að Vinstri græna þessu leitinu til, þá starfa þeir eins og heilbrigðir flokkar eiga að gera að miklu leiti og það er ekki tilviljun af því að það er nefnilega Vinstri græna hafa henni réttu lýðræðislegu hugmynd sem er sú að stjórnmálaflokkar þeir eigi að ráða sínum málum og að félagar í flokki þeir að ráða þeir hver er frambóði. Þannig að í guðna bænum að ekki ég endurtek það að þá fyrst þá hafa hinn ráðandi öfl á Íslandi unnið ef við segjum og hugsa sér hvílík uppgjöf það væri að við í þessu 330.000 manna þjóðfélagi segjum að það er okkur algjörlega og óyfirstíganlegt verk að koma á stjórnmálaflokki eða flokkum þar sem að fólk er að vinna heilundum að hagsmuni almennings og sækist eftir því í kosningum að fá umboð til þess að framkvæma stefnu. Það er uppgjöf. Það er uppgjöf. Og okkur er engin vinnandi vegur. Þetta hafa aðrar þjóðir gert og við höfðum hér til dæmis flokka áður og svo ég bara enda á að segja það. Ég var lengi í Alþýðubandalaginu og ég hætti að kjósa Alþýðubandalagið. Alþýðubandalagið var ekki að mörgu leyti var ekki góður flokkur. Með vitlausa stefnu í mörgum málum og annað sem ég gat ekki sagt mig við. Hins vegar þá er það mér algjörlega ógleymanleg reynsla af því að ég er nú ekki Reykvíkingur og ég var skeið búsettur hér upp á Barónsstíg og sat í útgáfustjórn Þjóðviljans að fara hér inn í hverfi Reykjavík sem ég þekkti ekki, bakgöturnar í Lindagötunni, bakgöturnar á Hverfisgötunni, bakhúsin á Grettisgötunni og hitta gamalt fólk, verkafólk, konur og karla sem þökkuðu manni fyrir það að maður skyldi hafa ómakað sig til þess að leyfa þeim að leggja fram til þess að þjóðviljinn, málgagn fólksins gæti haldið áfram að gefa út. Og það var aldrei spurt í Alþýðubandalaginu að því, hvað menn fengi út í því að vera í flokknum heldur það að maður var að vinna heilindum og hugsjónum að sameiginlegum verkefnum og ég man til því að þegar við byggðum Þjóðviljahúsið 1976 að þá var það skuldlaust. Við fluttum frá Skólavörðustígnum upp í Þjóðvilja, upp í Síðumúla og var skuldlaust. Akkur var skuldlaust? Það var skuldlaust vegna þess að Úlfar Þormóðsson meðal annars sem að sáum þessi fjármál kom til mér og sagði Svanur, nú hefur þú þetta og þetta í mánaðarlaun, viltu borga með víxli eða viltu greiða út í peningum? Þannig að við höfum fyrirmyndir hugsunarhreyfingar og auðvitað var til dæmis Mórallinn í öðrum flokki sem ég þekkti vel í Sjálfstæðisflokknum, hann var mjög svipaður. Sjálfstæðisflokkurinn á Ísafirði, það sem að faðir minn var og ég gekk þegar ég var 16 ára gamall, faðir minn var bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði, var heilbrigður og góður flokkur. Það sem að fólk var að vinna heilindum að málefnum bæjarfélagsins. Þannig að þessi gífurlega spilling íslenskra flokka og sérstaklega það að menn sem í flokkum skulu vera að auðga sjálfan sig, það er tiltölulega nýtilkomið. Þannig að við höfum líka fullt af hefðum það að fólk hafi verið að vinna hér í pólitík af fullum heilindum og við höfum bara að útiloka það að fólk geti verið í stjórnmálaflokki til þess að vinna að hagsmunum fólksins í landinu og vinna sínum hugsjónum, að útiloka það, þá held ég við getum alveg bara að halda áfram að þess vegna sleppt fundum eins og þessum og verið bara hér út í sólinni eða í Vesturbæjarlauginni. Takk fyrir.
Ef þið eru þreytt á að heyra í mér þá skal ég láta ykkur vita að mér er skít sama. Að því þú nefndir hérna sveitastjórnina þá heyrði ég aðra hugmynd sem ég ætlaði að bera undir þig. Það væri að fólk væri persónukjörið til bæjar- og borgarstjórnar og myndi síðan ráða leiðtogann, borgarstjóra eða bæjarstjóra. Og ég sé ekki að það þurfa að útrýma stjórnmálaflokkum til að koma á persónukjöri. Ég vil geta kosið Mörð Árnason án þess að þurfa að kjósa Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttir. Ég vil geta kosið Lilju Mósesdóttir án þess að þurfa að kjósa Jón Bjarnason. Ég vil geta kosið Guðmund Steingrímsson án þess að þurfa að kjósa Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Fyrir hinn meðal vitleysing eru bara góðir menn til í öllum flokkum. Það er ekki tilviljun að ég sleppi einum flokki reyndar. Takk fyrir. Já, þessar spurningar eru nú eiginlega of skarplegar sko, til þess að geta svara því svona stuttlega. Ég skal reyna að vera mjög stuttorður. Sko. Það sem þú ert að segja, Páll, er alveg hárrétt. Sko. Það er bara eitt í sambandi við að því ég ætla ekki að vera besserwisser. Sko. En það sem við eigum að gera, Íslendingar, við eigum að gera hlutina nákvæmlega eins og aðrir. Við eigum ekki að vera að finna eftir hjólið. Það sem aðrir flokkar gera í sambandi við sína kosningalöggjöf er þetta, að flokkurinn ráði hverjir er í framboði. Fólki ráði hverjir á lista. Síðan ráði fólkið hverjir af þessum flokkurinn vel eru kosnir. Þannig að ég er fylgjandi þeirri hugmyndum persónukjör. En það sé absolutt grundvallaratriði, númer 1, að flokkurinn ráði hverjir er í framboði og ekki aðrir. Að hverju? Vegna þess að ef flokkurinn ræður ekki hverjir í framboði, getur flokkurinn ekki borið ábyrgð á þeir sem eru kosnir. Þannig að það er grundvallaratriði í öllum lýðræðiskerfum sem ég þekki, þingræðiskerfum nema á Íslandi, að flokkurinn velur þá sem eru í framboði. Síðan er í öllum kerfum, eins og nema að þá er persónukjör sem er þannig að þú getur valið þá sem er í flokkurinn velur í framboði. Það er ekki gott kerfi að fólk geti valið fólk af mismunandi listum. Af hverju? Vegna þess eins og ég var að segja, það þarf að gera flokkana sterka, það þarf að gera flokkana ábyrga fyrir því sem eru í kjöri og það þarf í kosningum að velja á milli flokka, af því þú átt að velja á milli stefnu. Þannig að eina kerfi sem ég kann að nefna sem hún getur valið fólk úr mismunandi flokkum, það er írska kerfið. Og ég held að eiginlega allir sammála það að það er ekki gott kerfi vegna þess að það eru mjög sterkt tengsl milli persónukjörs af því tagi eins og prófkjöruna fyrirgreiðslupólitík. Að þú farir að í staðinn fyrir að vera að reyna að greiða þeim sem er eða efla tengslum við það sem er í flokknum, að þá reynur þannig að ég held að sé allir sammála það að þetta írska kerfi sem það er ekki mjög flókið sko, og ég ráðlegg ykkur ekki að fara að kynna ykkur mikið hvernig það lítur út. Því það er mjög flókið kerfi og ég held ég að tekið mig 3 daga að botnið í írska kerfinu, en það er svona kerfi, það sem getur valið á milli mismunandi flokka, en það er eina dæmi sem ég þekki sem að hérna ég er það. Nú síðan náttúrulega er önnur lausn á þessu sem er náttúrulega sem er líka getur komið til greina sem er að taka upp einmenniskjördæmi og gera eins og Amerikanir, þeir eru með einmenniskjördæmi, en það er þá gert þannig að það er algjörlega einn maður eitt atkvæði og Bandaríkjamenn meira að segja þeir endurskoða sín einmenniskjördæmi á 10 ára fresti eftir hverjir fólksflutningar eru, þannig að þeir hafa undanferði verið að færa einmenniskjördæmi frá austurströndinni yfir til Kaliforníu, yfir til Vesturríkja Bandaríkjanna. Þannig að það er ýmislegt sem kemur til greina í þessu, en svo get ég ekki stilt mig að segja að þó að þetta kosningakerfi, við erum komin með persónukjör og við erum meira sem komið með mjög mikið persónukjör nú þegar. Þannig að í þingkosningum er þannig að það þarf ekki nema útstrikun 1/5 af kjósendur flokks til þess að breyta röð. Þannig að ef flokkur fær 4.000 atkvæði og það eru engar breyti og það eru bara 800 atkvæði sem að breyta röð,
að þá, og engar aðra breytingar eru gerðar, þá breytir það röðunni. Þannig að við erum komin með sko svona neikvæðar persónukjör. En það er mikið náttúrulega betra að hafa það jákvætt sko þannig að þú hérna setir þá forgang því sem að þú vilt hafa. Nú enn og aftur, Nei, það er að því að kjósendur vildu hafa hann. Ég meina, það er ekki, sko, ég er bara að segja, sko, að við erum komin með persónukjör sem að var áður. Svo ég bara að segja að lokum núna allavega, að vera ekki, sko, í sambandi við kosningakerfið íslenska er algjörlega fáránlegt. Og kosningakerfið sem hefur þróast á Íslandi og við erum búin að hafa mörg kerfi er mjög skýrt dæmi úrkynjun lýðræðis á Íslandi. Vegna þess að upphaflega sko þá ræddum við alltaf lýðræði og kjördæmakerfið út frá hugmyndum lýðræði, en síðan var úrkynjun slík að það var bara þingið sem að réði kjördæmakerfinu, að við vorum með eina sko kjördæmakerfi sem til var sem var rauninni bara tölvuforrit. Munið eftir flakkaranum. Það var vegna þess að Þorkell Helgason var búinn að búa til tölvuforrit sko sem var svo flókið að skildið enginn með hann. Og eina sem að þingmennir vissu kjördæmakerfinu var það að þetta var kjördæmakerfi sem var búið til að tryggja endurkjör þeirra. Og þeir með sér létu Þorkell reiknað út ef að kemur nýtt kjördæmakerfi hvaða líkur eru þá því að ég verið endurkjörn. Þannig að við erum með sko þetta var svo sjúkt sko að það er að segja að það sem að kjördæmakerfi sem átti á að vera tengilur milli fólksins og þingsins að vara svona tæknilegri útfærslu. En þetta er ekki gert sko að því að ykkurum illvilja þingmann á Íslandi. Þetta er einfaldlega vegna þess að ég er orðinn svona gamall og Geir held ég líka og kannski ykkur fleiri. Að sko að kjördæmakerfinu í Íslandi var umbylt 1959. Og þá var gerð sko róttækari breyting á kjördæmakerfi heldur ég veit að hafi nokkuð tíma þekkst. Þá voru tekin kjördæmin sem voru sko búin til 1845 og búin sem voru 25 eða 6 og búin til 8 stór kjördæmi. Þannig að þegar að kemur þessi lögmætiskreppa á Íslandi kringu 1970 þá treystu menn bara sér ekki til þess að taka þetta upp aftur sem spurningar kjördæmakerfin. Þannig að það sem menn gerðu sko var það að menn settu sko prófkjörin í staðinn sko fyrir persónukjörin með fyrirsjáanlegum afleiðingum og að því að ég hef nú stillt mjög eftir því sem besti geta að vera að monta mig sko. Þið veitir náttúrulega að háskólakennarar eru svona eins og listamenn sko og þú nærir þitt eigið ego sem er ákvæmlega viðkvæmt sko en gerir mikið af því að hæla sjálfum sér sko. Og ég verð ekki að horfa og hörða því að beina þessu til hans að því að mér finnst hann vera mjög óvinlegu listamaður og því til að hann er svo hóvar. En ég skrifaði bók sem kom út 1994 sem heitir Frá flokksræði til persónustjórnmála. 1994 frá flokksræði til persónustjórnmála. Þannig sem ég ætla að beina til þeirra sjómanna sem hér eru og annara um að lesa. Sko, hún kom út 1994 og hún sagði nákvæmlega fyrir þetta hrun. Hún tímasetti það ekki en sagði nákvæmlega að þetta myndi enda eins og endaði að hverju vegna þess að það var alveg orðið ljóst þá og það var ekki til neitt almannavald í landinu. Það voru engir aðilar sem voru færir það að gæta hagsmuna almennings og stjórnvöld á Íslandi voru öll komin í sko vasa sér hagsmuna aflanna. Og fyrir utan svona fræðilega greining á því sem hafði nú mikið bandaríska stjórnmálafræði og það ég ekki að því ég sagði einhvern veginn áðun að ég ætla ekki að fara að tala um háskólan og fór svo að tala aðeins hann en ég ætla ekki að fara að tala um gjafakvótakerfið en gjafakvótakerfið að því ég er nú Ísfirðingur og horfa upp á það er þyngra heldur en tárum taki og horfa upp á föður minn sko sem að stundaði sjó alla ævi og afrakstur hans lífs sko var það að þau áttu saman 3 herbergja íbúð hana móður mín í Hafnarfirði sem áttu hana sko skulduð helmingin í henni og það var afraksturinn eftir hans 50 ára á sjó og eini lífeyririnn sem hann hafði því að lífeyrissjóður sjómanna var ónýtur hann hafði verið hafnsögumaður þannig að hann fékk lífeyrir sko þaðan bitur föður míns og okkar sem kynntist þessu gagnvart gjafakvótakerfinu sko hún er meiri heldur en orð þá lýst og vegna þess að það sem að gerist náttúrulega það að tala um það að útgerðarmennir á Íslandi og þeir sem gerðu út á Íslandi það voru flokkstæðingar það voru þeir sem voru innundur í bönkunum og fengu fyrirgreiðslu að tala um það að útgerðarmennir á Íslandi að þeir ættu að fá kvótana þegar þeir eru fórnað svo miklu segja þetta við föður minn og upp á stofunni sko í Hafnarfirði voru myndirnar
af félögum hans, sjómönnunum sem hefðu látið lífið við skyldustörf, stóðu uppi af lok sinnar ævi slippur og snauðir, meðan útgerðarmennirnir sem náttúrulega sátu á sínum kontórum og voru í flokkslegum tengslum og fengu sína peninga, hirtu auðæfi landsins, stáluðu í öllu saman og síðan það sem að föður mínu sárnaði mest að þeir sögðu við þá sem voru gagnrýna gjafakvótakerfið að þetta væri fólk sem væri svo öfundsjúkt. Sko þannig að ég held að það hafi þurft fyrir mig, og þegar við erum að tala um það að við vitum ekki hvernig þetta hrun varð, við vitum nákvæmlega hvernig það varð. Það var þegar gjafakvótakerfið kom til, þegar auðæfi landsins var stólið frá okkur, þegar lífsbjörginni var stólið frá þjóðinni af ráðamönnum Íslands og afhent flokksgæðingum, þar byrjaði það hrun sem að síðan var forskriftin af því að þegar öllum okkur auðlindum var stólið, og sem að það voru íslenskir aðvertakar, síldarverksmiðjur ríkisins, bankarnir, eða þá og svo voru rétt komnir að því að stela orkuauðlindunum. Og ég held þessi enn að, er það ekki, voru þeir ekki að selja núna? Sko þannig að fyrirgefa? Nei, ekki fyrirgefa nokkuð skapaðan hlut, vegna þess að þegar við hættum að hafa getu til þess að vera reið yfir óréttlætinu, þá örugglega ef að almætti til förum við beinilega til helvítis. Það er minningur á að við verðum hér til 5, eða sem sagt tíminn okkar til 5. Heyrðu, Rakel Sigurgeirsdóttir heiti ég og mér myndi langa til að segja ykkur eitthvað frá borgarafundunum á Akureyri sem ég hef staðið fyrir, en tímans vegna þá ætla ég ekki að gera það, en Hörður kom nú reynda með mjög fallega huggun til mín einu sinni, mér minnir allan að hafa verið Hörður, sem benti mér á það að þessi litla eða nánast enga umfjöllun sem að borgarafundunir á Akureyri hafa fengið, það væri vegna þess að væri svo hættulega góðir. En það var tvennt sem rak mig hérna upp. Fyrsta lagi var það að ég tók eftir því að það er engin kona sem hefur komið upp, ég þurfti að bæta úr því. Í öðru lagi er það spurning, það er aðalatrið. Það er spurningin það, hver er það sem hefur valdið til að víkja þeim að þingi sem eru grunnaðir og hvers vegna er það eða verður það látið viðgangast að flokkarnir haldi áfram að þiggja fjárframlög frá fyrirtækjum. Hvernig er hægt að bregðast við því? Takk. Ég eins og segi, þetta er svo beittar spurningar, ég held að ég hafði hann rétt, það getur enginn vikið grunuðu manni af þingi, það er ekki hægt, vegna þess að það er grundvallarreglur og það er allir saklausir þangað til að þeir eru dæmdir sekir. En hins vegar eru líka ákvæði það að ef að menn hafa, ef að menn eru dæmdir að þá annarkvæmt missa þeir þingsetu eða ef þeir eru á þingi að þá þeir eru ekki kjörgendir. Og þetta var nú ekki sett nákvæmlega niður, en ég hygg að það sé rétt að það hafi verið dæmt þannig að ef menn eru dæmdir og þeir leiriti mig ef þetta er ekki rétt, ég held að þetta sé, dómahefðin sé sú, að ef menn hafi verið dæmdir í minnsta kosti 6 mánuði af óskilorðsbundnu fangelsi. Ég veit það ekki, ég bara segja þannig að það er reglunni svo að það er ekki hægt að víkja grunumönnum að þingi, en hins vegar eru ákvæði það að ef að menn sem sagt eru dæmdir og minnir að það sé 6 mánuði óskilorðsbundnu fangelsi, að þá missi menn þingsetu ef að þeir eru á þingi,
eða þá að ef þeir eru utan þings sko, þá eru þeir ekki kjörþingir. Þannig sko eru reglurnar. Nú hvernig sko á að fá flokkana til þess að hætta að nota sko prófkjörin? Það er mjög einfalt svar við því. Og ég ætla að segja það þó að ég sé sko ennþá allavega svona formlega skráður í Samfylkinguna, ég veit nú svo sem ekki hvernig verður það, en það er nú það nefnd þar á störfum sem að ég ætla ekki að, sko það er mitt prívatmál hvað ég kýs. En sem stjórnmálafræðingur myndi ég segja sko hvernig á að eiga kjósendur að fara því að láta flokka hætta að gera það sem þeir eru að gera, það er bara að kjósa þá ekki. Þannig að ég held sko að það sé alveg augljós sko að það er það sem náttúrulega það er náttúrulega það sem þarf að gera. Það þarf að refsa prófkjörsflokkunum, það þarf að refsa þeim sem að hafa sko búið til kerfi þar sem að einstaklingar hafa verið að safna saman fúlgum fjár hjá þeim fyrirtækjum sem hafa sett Ísland á hausinn. Nú, og það þarf þá annarkvort það sem við getum náttúrulega gert sko, við getum kosið þessa flokka sem að hafa sko gert þetta og strika þá út á einstaklinga sem hafa fengið þessi framlög eða þá að einfaldlega kjósa það ekki og kjósa aðra flokka sem eru í boði sem eru ekki beintengdir þangað inn. Þannig að sko ósigur í kosningum er eitthvað sem að allir stjórnmálamenn stilja, meiri segja íslenski stjórnmálamenn. Gott fólk, ég held að sé koma að loka á þennan fund í dag og þakka fyrir hann, sérstaklega þér Svannurs, fyrir að koma hérna og tala við okkur og það eru mjög áhugaverður fundur. Næsti fundur verður á mánudegi vegna það er hvítasunnan og þá er Aðalheiður Ásmundsdóttir sem kemur hér og tala við okkur. En mér langaði, ég hef nú ekki verið mikið að blanda mér inn í málefni hérna, mér langaði þess að það kemur alltaf upp aftur og aftur smá umræða þöggun og fleira og þetta er bara staðreynd í okkar þjóðfélagi í dag. Við verðum að fylgjast með og við verðum að nota internetið og Facebook og þetta vegna þess að ég er búinn að standa í samtals, ég veit ekki, frá október 2008 og ég get nefnt ykkur dæmi þöggun í mínu starfi. Ég hef verið í 40 ár, ég á 40 ára útskriftarafmæli núna og hef þurft að standa hérna í alls konar réttindabaráttu og verið ófeiminn við það og haldið mínu sjálfstæði. Það er ég hef aldrei selt mig einhverju fyrirtæki nema í fyrsta skipti sem ég gaf út plötu og þá horfði ég upp á einbýlishús mannsins sem sagði mér alltaf að ég skuldaði honum og ég hugsaði að því ég vissi að plöturnar mínar seldust í 1000 upplagi þá hugsaði ég með mér hvað skyldi ég hafa borgað mikið af þessu hús hans. Og þar með tók ég þá ákvörðun að verða alltaf sjálfstæður og ég er það ennþá í dag. Þá enginn neitt í mér nema samviskan. Eftir henni vinn ég og ég ætla að segja ykkur að til dæmis ég er búinn að vera í 34 ár með hausttónleika hér og síðustu hausttónleikarnir mínir sem alltaf seldust 1100 miðar á, þeir voru gjörsamlega þakkaðir og mjög viljandi. Ég fekk mér bað gamlan sjálfstæðismann til að agentera fyrir mig og hann átti ekki til orð, sagði hann yfir móttökunum. Þá seldi ég 300 miða, mikill fyrirhöfn. En sko allt sem hér er verið að gera er þakkað, mjög viljandi. Ég sé það bara á tónleikum sem ég reyna að vera að halda að ég er að fá 20 manns inn, ég næ fyrir húsalegunni. En ég er búinn að vera sem sagt, meira og minna í 13 mánuði launalaus. Og svona er þetta gert. Ég vil bara þið vitið af þessu. Vegna þess að þetta er ekkert sjálfsagt að standa í mínu hlutverki. Það er það ekki. En það er minn vilji. Þetta er, ef ég þarf að flýja land aftur þá mun ég bara gera það. Það er bara einfalt. Ég get alveg farið í verkamannavinn út í Kaupmannahöfn.
eða vilja ráða mig þar. En svona er ástandið okkar og þið sjáum líka aðsóknina að þessum fundum, þetta mikilvæga mál okkar, hvernig undirtektir eru, það er ekki vegna þess að fólk veit ekki af því. Við erum mjög dugleg við að senda út og tala við fólk. Þessi umræða er mikið í gangi. En mín tilfinning er það, og ég lærði mikið á Austurvelli, mín mesta barátta, ég var uppi til 20 tíma á dag, hvern einasta dag, að berjast við fólk sem reyndi að taka yfir Austurvöll, taka yfir að koma sínum málefnum og ryðja mér í burtu. Og það var leynt og ljóst og þá voru allir fjölmiðlar landsins notaðir til þess. En aldrei var mér boðið í umræðina, það var ekki til. En það sem við þurfum líka að gera sem hópur, sem þjóð, það er að taka á tortryggninni. Hún er gríðaleg. Ég hef margoft verið spurður hver borgir mér laun og ég segi bara eins og það gerir það enginn, vegna þess að ég tek engin laun fyrir þetta starf. Og þá kemur fólk og segir hver borgar allan kostnaði við fundina? Jú, fólki sjálft. Ég lét labba með fötur og safna og ég kom aldrei nálægt fjármálunum sjálfur. Þetta var farið beint með þetta í banka og lagt inn. Og þá segir fólk, já, þú segir okkur það er nú hægt að falsa svoleiðis. Þetta er alltaf, fólk vill ekki trúa að það sé til einhver heiðarleiki einhvers staðar, eða vilji, eða löngun, eða réttlætistilfinning. Það er þetta sem við verðum að reyna að vinna dálítið á allsömmul. En gott fólk, takk fyrir þennan fund í dag. Ég ætla að slíta honum hér með og sem sagt næsta mánudag. Já, við vitum svo sannarlega að vita allir af því meðan Lárus. Og ég get sagt ykkur bara í örstuttum máli, fyrir nokkrum árið þá labba ég Laugarvatnsveginn og settist handan götunar. Það var vinafólk mitt sem býr þar. Þá komu öryggisverðir að mér og sagði, hvað ert þú að gera hér? Og ég sagði, ykkur kemur það bara ekki við. Jú, okkur kemur það bara við. Þú skal bara svara því hér og nú. Ég skal bara láta ég reyna það. Ég mun ekki segja orðið ykkur. Þið hafið ekki heimild til að ganga hérna að mér. Og ef þið sjáuð allar stóru blokkirnar, steinblokkirnar sem þið eru búin að setja fyrir framan. Þetta er gengdalaust. Já, það er fyrir utan. Ég þekki marga íbúða þetta. En takk fyrir í dag.